Komin hér í Víkina þar sem að kvennalið Víkings annars vegar spilar gegn Fjölni Fylki hins vegar. Við skulum bjóða liðin velkomin inn á völlinn. Byrjum strax á að lesa upp liðin. Lið Víkings númer 1, Emilía Dögg Símarsdóttir, númer 27, Svana Björg Birgisdóttir, númer 5, Sóley Bjarkardóttir, númer 9, Ástrós Birta Birgisdóttir, númer 7, Ísabella Ösp Herbjörnsdóttir, 8, Viktoría McDonald, 11, Ester Inga Ögmundsdóttir, 14, Arna Þyrí Ólafsdóttir, 17, Karólína Ósk Arndal Sigurlaugardóttir, númer 19, Sigurlaug Jónsdóttir, númer 21, Helga Lúðvíka Hallgrímsdóttir, númer 23, Katrín Guðmundsdóttir, númer 44, Kara Rún Árnadóttir, númer 25, Steinunn Birta Haraldsdóttir, númer 13, Alana Elín Steinarsdóttir og númer 24, Auður Brynja Sölvadóttir. Þjálfari Víkinga Sigfús Páll Sigfússon og með honum á bekknum Karl Arnar Bjarnason og Kristín Einarsdóttir. Lið Fjölnis Fylkis, númer 1, Þyrí Erla Sigurðardóttir, númer 4, Asra Kosic, númer 6, Kolbrún Arna Garðarsdóttir, númer 7, Anna Karen Jónsdóttir, númer 8, Karin Erla Kjartansdóttir, númer 11, Kolbrún Jóna Helgadóttir, númer 13, Kristín Lísa Friðriksdóttir, númer 14, Sara Björk Davíðsdóttir, númer 15, María Ósk Jónsdóttir, númer 26, Ada Kosicka, númer 27, Svala Rún Þórisdóttir, númer 33, Oddný Björg Stefansdóttir, númer 36, Elisabeth Tinna Kjartansdóttir, númer 37, Elsa Karin Þorvaldsdóttir Sæmundsen, númer 45, Ragnar Guðrún Snorradóttir og númer 58, Ósk Hind Ómarsdóttir. Þjálfari Fjölnis Fylkis Gunnar Valur Arason og með honum á bekknum eru Lárus Gunnarsson, Svava Lind Gísladóttir og Þórhildur Hrafnsdóttir. Dómara leiksins Hekla Daðadóttir og Magnús Björnsson. Nú til að tryggja heiðarlegan leik gagnvart öllum þátttakendum leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með handboltaíþróttana í huga viljum við biðja ykkur áhorfendur góðir að styðja ykkar lið með háttvísi í huga og sýna jákvætt hugarfar gagnvart öllum þáttakendum sem og öðrum áhorfendum. Takk fyrir. Já, velkomin hér í Víkinga áhorfendur góðir þar sem að meistaraflokkur kvenna, meistaraflokkur Víkings kvenna að taka á móti Fjölni og Fylki. Hér í kvöld við vorum að ljúka við að lesa upp nöfn leikmanna. Við eigum von á hörkuleik hér í kvöld eins og hefur verið undanfarið. Við sjáum það að leikmenn að koma sér fyrir á vellinum í rólegheitum. Einhverjir ennþá aðeins að hita upp. Það nú svona eins og gengur gerist. Dómararnir að gera sig klára. Allir orðnir klári hér á borðinu, klukkuna og það sem heldur á leikurinn að hefjast og leikurinn hafinn. Nú, það leikmaður númer 26 hjá Fylki Fjölni, Ada Kosic sem að gaf boltann, hún á línunni. Hér fyrir utan á miðjunni leikmaður númer 7, Anna Kari Jónsdóttir sem að byrja að stjórna leiknum. Hægra megin fyrir utan leikmaður númer 15, María Ósk Jónsdóttir. Og fyrir utan þarna kemur hornamaður leysir inn á miðjuna. Gefur inn á Önnu Karinni sem að skora fyrsta markið stönginni hérna utan en Steinunn Birta kemur boltanum strax á stað. Auður Brynja Arna gefur yfir á Helgu og sem kemur gegn og á ekki nógu gott skot sem varið. Það markmaður Fjölnis Fylkis Þyrí Erla Sigurðardóttir sem varði. Nú það kemur upp úr hraðaupplaupinu hjá Fjölni Fylki. Ná þeir að opna hér upp í hægra horninu og
Hvað það í? Hvað var það? Tónlist, já. Það verður stendur tónlist hérna bakvið. Þetta nú ekki dansleikur þótt að hún takir stundum fín spór hérna á vellinum en boltinn kominn aftur í leik. Staðan 2-0 Fylki í vil. Nú Auður ógnar á völlinni gefur Arna, Helga, Arna og Auður í gegn og hann skýtur yfir markið. Fjölnir Fylki kemur boltanum strax í leik. Leikmaður nummer 7 Anna Karin Jónsdóttir kemur boltanum þarna út í horn á leikmaður nummer 4 sem Arsi Kótsik. Vinstra megin fyrir utan Sara Björk Davíðsdóttir nummer 14. Nú kemur inn á línuna línumaður Fjölnir Fylkir nummer 7 sókn og engan í markinu. Það nú með leika þarna fyrir utan með tvo línumanni skreiðin að koma boltanum áfram en góð. Alveg súper vörn hjá Viktoríu McDonald, tekur vel hérna móti og stöðvar aðgerðir Fjölnis Fylkis. Nú að þarna opnaðist það sem að leikurinn vantarlega gerur á línum en það galopnaðist þarna á línunni en sendingin ónákvæm og Víkingar koma boltan yfir, Helga með boltan og stöðvuð. Þarna fyrir Auður, Arna og yfir á Helgu. Í horninu hægra megin Kararún Árnadóttir leysir inn og Viktoría leysir á línunu og Helga með gott skot en réttilega dæmt þríkast. Það var farið upp í hendina á hann í skotinu. Skotið í stöng, það var rétt hjá dómurum að bíða þarna eftir hvort að boltinn færi markið ekki en réttilega dæmt þríkast. Dómarar vilja hafa láta taka á réttum stað, það á að gera það. Nú boltinn hér fyrir utan. Steini Björn kemur út á línu yfir á Helgu og Auður Brynja inn, hikar og hann fær dæmt á sig skref og Fjölnir Fylki fara í hraðaupphlaup sem enda út í horni þar sem að Astra Kósik skýtur í slá og yfir og Víkingur með boltan og staðan en 2-0 Fjölnir Fylki í vil. Nú Víkingstelpur byggja hérna upp látabotnin en fyrir utan Steini Björn kemur á línunni, hleypur yfir á hægra vænginn og tekur stöðu á línunni, bökum þar yfir á Örnu og þetta gengur vel út í hornið þar sem að Viktoría McDonald kemur og skorar fyrsta mark Víkings. Miklu öryggi úr horninu, þarna gekk leikkerfi Víkings fullkomlega upp, unnu þarna mannin í stimplunni og Viktoría skorar öryggi. Nú Fjölnir Fylkir lætur boltan ganga hér rólið fyrir utan, aftur með 7 í sókninni og engan í marki. Þannig að það ákveðin áhætta tekið með því. En á móti þá eru það einum fleiri í sókninni en vörn Víkings tekur þarna vel að svona að stöðva sóknaraðgerðir Fjölnis Fylkis. Nú er svolítið óþjóðlegt að segja Fjölnir Fylkir en það er nú bara að hafa það. Þarna stöðvar Auður Önnu Karin Jónsdóttur sem að leita þarna inn á eftir færi en náði ekki. Auður yfir á Söru Björk, boltinn Sara Björk kemur inn að minni og Auður aftur kemur boltanum inn á línu og Emilía Dögg þarna dauða færi af línunni. Þarna gekk upp kerfi hjá og vel spilað hjá Viktoría klikkar þarna á horninu. Það voru búin að opna mjög vel, mjög góð sending frá Örnu fyrir sem var fljótt að hugsa eins og að hornið hafa opnast en þetta gekk ekki upp og Fjölnir Fylkir með boltan komin í sókn og hefur nú tök á því að komast 2 mörkum yfir. Staðan Víkingur 1, Fjölnir Fylkir 2 og 5 mínútur liðnar af leiknum. Það verið stefna í hörkuleik hérna í kvöld og jafnan og vonandi verður það er alltaf skemmtilegast. Þarna var nú aftur dæmt skref, það var dæmt skref, langur bolti og Arna fyrir með boltan fram, skýtur í aukt marki af miklu öryggi, setur boltan niður í gólfið og hann er algjörlega sénslaust fyrir Fjölnir Fylki að vera stressu. Staðan
nú jöfn 2-2. Viktoría fyrir framan og sækir vel út og reyna að trufla sendingarleiksins aðferð mjög. Þetta var stórglæsilegt hjá Söru Björg í Fjölni Fylki. Sá þarna glufu á vörninni svo opnaðist þegar að Viktoría fór aðeins og langt út. Þegar að sótti svona langt út úr vörninni þá verða þau sem að liggja eftir á línunni í vörninni að vera klárar á því að hafa góða færslu og það var ekki núna og hún nýtti sér það hún Sara Björg Davíðsdóttir. En hér fyrir utan Auður komin á miðjuna, Steinunn Birta láti boltann rúlla yfir, klippingarna Helga, Arnarfyrir og Auður grípur ekki boltann og Sara Björg nær honum kemur inn á hornið og allaleginn og aftur dæmt nei, það er dæmt fríkast núna. Auðvitað hefði Fjölnir Fylki viljað fá færi í horninu en Anna Karin hafði tekið ómörg skref en brotið á henni, hún hindruði í sókninni þannig að Fjölnir Fylkir heldur boltanum. Nú boltinn hér úti, láta ganga fyrir utan, byttu nú við eitthvað, já, ætla að ræða þá við línumannin og varnarmann Víkings og línumann Fjölnis og Fylki þegar stimpinga þeirra í millum og það of mikla fyrir smekk dómarans og hann varar það við að herðu það ónákvæð sending hér út á kantinn og út af og Víkingar vinna boltan um einkast byggja hér upp sókn sína Auður Arnarfyrir. Það er skipt Auður inn á miðjuna og væntanlega afturkerfi sem við búin að sjá hér áður. Auður, Arna, Auður, nú Steinu kemur út í vörninni, kemur boltan tilbaka þegar kliftir út Helga, Arna, Auður og hún komin ákveðs og fæðið í gegn og skorar að miklu öryggi og Víkingar jafna leikinn staðan 3-3 og 7 mínútur liðnar á leiknum. Þær taka hraða miðju Fjölnis Fylkis koma boltanum eða reynda að koma boltanum þarna út í horni, voru búin að vinna í raun og veru og opna hornið en sendingin ónákvæm og Víkingar halda boltanum og koma hér og geta komið smarki yfir. Staðan 3-3, Auður, Arna og vel gett út í hornið á Viktoríu sem skor skýtur í báða stangirnar en það markmaður Fjölnis Fylkis hafði slætt höndin í boltan og innkastið því Víkings. Kararún að leita boltanum, hann bara horfinn og dómarar eðlilega stoppa tíma þar til boltinn fundinn, þarna kemur hann og Kararún kominn til þess að taka fríkastið, innkastið og boltinn, Kararún, Helga, Auður, Arna var hún frí á línunni og boltinn yfir Arna, Auður og í gegn færið og skorar og var hangið í henni en skorar samt og kemur Víking yfir staðan 4-3 þegar 9 mínútur búin á leiknum. Víkingur 4, Fjölnir Fylkir 3 og það er mikil barátta í vörninni hjá Víkingum. Það var náð að stoppa sóknaraðgerð Fylkis, nú skiptar Fjölnir Fylkir út markmannum og eru með 7 leikmenn frammi. Það er að sjá þetta meira og meira aftur. Þetta er ekki fyrir minn smekk, mér finnst þetta eiginlega að skemma handboltan en margir eru á því að þetta sé fullkomlega eðlilegt að lifa þetta. Nei, heyrðu, nú eru komnir og margir inn á 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þarna voru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nei, hérna, ég hélt á tímabili að það væru orðnar og margar. En ég taldi vitlaust. Þannig að það var jafnt í liðum þótt að markmaður verið inn á. Ég hélt að hefði verið raungskipting, en það var ekki. Nú Víkingar halda náðu hér boltanum, vinnu boltan, koma honum hérna í leik Arna yfir á Auði sem aftur kom inn og á Viktoríu sem hún yfir á Örnu og aftur því þarna var opið hornið vinstra megin fyrir Viktoríu en Arna þegar ég sá það ekki. Það byggja hér bara upp sóknina í róleitum, ætla að taka kerfi nummer 1. Helga, Auður, Viktoríu hleypur inn á línu búin að tvöfalda þar og Auður upp og svo nær hún boltanum ekki ná honum niður en fram hjá markinu þannig að þessi sókn breytti engu, staðan 4-3 fyrir Víking þegar 10 mínútur eru búnar og Fjölnir Fylkir að hefja sókn, geta jafnað metin. Nú á miðjunni Sara Björg
sendir hérna yfir á Önnu Karen sem sendir boltan út í hornið á Asra. Og hérna númer 15 fyrir utan er Marius, láta boltan ganga hér vel, kemur langt út hér Viktoría en það reyna samt þar, komin að búin að töfða línuna, ná að opna vörnina og þá ákjósanlegt færi hér í horninu en vel varið hjá Emilíu, það var Óskinn sem að, já, Auður með glæsilegt skot upp, hún á oft stórkostlegt skot og skoraði mikið af mörkum og þarna hún kemur upp í loftið og ekki stöðuð þegar hún komin inn fyrir punktalínu og þá ekki að sögur spyrja að boltinn í netinu og Víkingar komna 2 mörkum yfir, Víkingur 5, Fjölnir og Fylkir 3 og 11,5 mínúta liðin að leiknum. Þarna reynir þetta glæsilega, þetta góð sending inn á markið en Emilía dæmt aukakast, aftur endtekur Emilía einn bolta, þetta er 3. og 4. skotið sem hún er búin að verja í þessum leik og þar af 3 úr dauðafærum en Fjölnir og Fylkir láta boltan ganga hér fyrir utan, Viktoría truflar dálítið sóknarleikinn þeirra með því að langa svona langt út, Ísabella Ösp kom sér í gegn, Viktoría afgangsverð fylgdi henni lengi eftir og fær gult spjald sem er algjörlega réttlætanlegt en hún ætlaði ekkert að láta Önnu Karinni komast í gegn. Það er skemmtilegt að sjá þessa baráttu í vörninni, þær hafa staðið sig meira og minna í vetur mjög vel í vörninni stelpurnar en í einstakri leikjum átt erfitt með að klára að skora en það hefur ekki verið núna staðan 5-3 fyrir Víking þegar 12,5 mínúta liðin. Já, aftur skref þarna var og boltinn Arna og Auður og Viktor fer inn sjálf og inn á lína, þetta var vel hugsað en Steinunn Birta var ekki tilbúin, þetta hefði getað verið skemmtilegt en Steinunn Birta hélt að Auður ætlaði bara að skjóta og var ekki reiðubúin að taka á móti þessari sendingu þótt hún hefði verið ágætt sendingin og svona venjulega þá hefði það gengið glimrandi upp. Staðan ennþá 5-3 Víkingur, Fjölnir gegn Fjölnir og Fylki og 13 mínútur liðnar. Nú, þarna er hún Anna Karen yfir á Maríu, yfir á Sörubjörg ógnar, gefur aftur hérna yfir, ekki góð sending og góð barátta hjá Örnu Þyri, fín barátta, hún vinnur hér boltan, það var ekkert augljóst að Víkingarnir inni þennan boltan, þetta var nú reynda klaufalegt hjá þeim í sókninni, Helga af Örninni en henni haldið og þessi svo stöðuð, Víkingastelpun setja boltan bara af stað aftur, Arna Þyri og Helga, Lúðvíka, Arna Þyri, Auður, Arna og Helga Lúðvíka og það Steinunn Birta kemur boltinn yfir, Auður inn á miðjuna, kemst í færi, kemur boltanum áfram, það var brotið á henni þarna en höfum við örlítið meiri ákveðinni þá hún geta komið sjálf í gegn og þá hefði annað verið markaði víti. En hún ákvaði að reyna að koma boltanum áfram á Helgu sem að tókst ekki en það var brotið á henni. Upp og Auður og hún nær þátturinn að gengi vel utan en að fæða aðeins sögga þá kemur boltanum í fjærhornið, í gólfið fjærhornið og mjög gott mark hjá henni og staðan 6-3 Víking í vil. Helga stoppar þarna hraðasókn Fylkisstúlkna Helga. Já, þá taka þjálfarar Fjölnis og Fylkis leikhlé. Enda staðan orðið þannig að Víkingar eru 3 mörkum yfir, staðan 6 mörk gegn 3 Víkingi vil og rúma 14 mínútur liðnar að leiknum. Það er skemmtilegt að sjá baráttuna í Víkingstölpunum núna, að bæði vörn og sókn. Það er alltaf greinilega að knýja fram sigur hér í kvöld, enda dálítið síðan það er unnu síðast, það hafa unnið 2 leiki í deildinni núna en verið óheppnar í leikjum þar á milli, áttu hörkuleik á Selfossi núna í síðustu vikunni þar sem að það töpuðu naumlega og þar sérstaklega seinni hálfleik að það mátti sjá mjög góða varnartilburði hjá liðinu og gaman að sjá hvernig þetta lið er að byggjast upp og vera sterkara og sterkara eftir sem að líður á veturinn. Nú þá er leikurinn aftur komin í gang, staðan 6-3 Víkingi vil á móti Fjölni Fylki.
Það komin nú ný leikmaður inn á miðjuna, Kolbrún Arna hjá Fjölni Fylki sem að lætur boltann gangi yfir og færir sig yfir á vinstri kantinn inn á enn einu sinni verður Emilía 1-1. Þarna gekk upp kerfið hjá Fjölni Fylki en sem betur fer fyrir Víkingsstelpur þá varði Emilía þennan bolt og komin með 4 skot varinn af línun 1-1. Gera þeirri betur. Nú Helga, Arna, Auður, Arna kemur hér, skiptir hérna vinstramenn upp í skotið, gefur góð yfir á Karó sem að skýtur slá boltinn yfir á Viktoríu sem á aðeins með að halda honum en heldur boltanum í leik. Þarna vildi, ég veit ekki hvað þið vildu þarna þjálfarar Fylkis en það var ekki dæmt. Nú Helga inn í lína þar sem stoppið kemur áfram Auði og hún á Örnu sem að fittar sig gegn og það dæmt fríkast. Varnarmenn Fjölnis Fylki náðu að loka þessar glufu sem hún ætlaði gegnum. Nú Víkingar halda boltanum. Viktor hleypir á tvöfaldal hleypir línu, Arna fyrir Helga og Helga fyttu og reynir að brjóta sig gegn en tekin engin reiklingartök í þessu hjá Adam Kotsiska. Góð línin á línu og hvað ætlar að dæma þarna? Það þríkast, já. Og hending komin upp þannig að nú þarf Auður eiginlega bara að fara upp og skjóta og gerir það en nær ekki að koma boltan alveg nógu niður, skýtur aðeins yfir markið og þær taka hraðasókn hér Fylkisstelpur, Fjölnis Fylkisstelpur. Láta boltan ganga hér nú róa það Kolbrún Arna róar þetta hér á miðjunni númer 6 gefur hérna yfir Söru Björk sem er komin hægra megin, var vinstra megin fyrir utan áðan og vinstra megin fyrir utan Anna Karin. Það að láta þetta ganga hér. Nú það kemur, já það klipping þarna og góð sending inn á línu og núna skora þær. Það var Ada Kotsiska sem að fekk góða línusendingu frá Katrínu Örnu sem að skora þessu sinni. Það kom að þeir kæmu boltanum af línunni fram hjá Emilíu Dögg. Staða 6-4 þegar 17 mínútur eru liðnar á leiknum. Nú það ennþá óbreytt lið hér hjá Víkingsstelpum. Við láta boltin ganga hér, Steinunn Birta, Karol kemur inn á miðjuna, boltin yfir á Örnu og hún með gaffhreyfingu og ágæðskot en rétt framhjá, stöngin og framhjá, staðan 6-4 ennþá áfram. Kolbrún yfir á Söru, Kolbrún aftur yfir Önnu Karin, það þarna 3 fyrir utan, láta boltin ganga. Nú kemur greinarlaust inn úr horninu, nei, hættir við. Og enn einu sinni hún komin þarna áfram Kolbrún Arna og fær dæmt vítakast. Það var væntanlega staðinn í teig varnar maður Víkings. Þess að ekki var brotigróft. Og það Anna Karin sem að skorar af öryggi og minkar munin í rétt mark, staðan 6-5 þegar 18 mínútur liðnar á leiknum. Það byggja þá aftur upp sóknarni hér Víkinga að láta boltan ganga hér fyrir utan. Steinunn Birta býður þarna inn á línu og rykkir til hægri sem að gefur opnar vörnina og það enda með því að Viktoría kemst í gegn vinstra megin. Þarna var rykking á línunni hjá henni Birtu sem að dró með sér varnarmann þannig að útimenn Víkingshöfðu náðu yfirtölu. Nú það klúðrað þarna sókninni, skrifir eitthvað og það komast til hafhlaup en Karol, hún segi ég, lætur verja þessar vel varið. Var komin hérna inn á móti í hraðhlaupinu, inn á móti markmanni en náði ekki að skora. En það síðan dæmt lína á varnarmann Fylkis og Víkingar halda boltanum staðan 7-5 Víkingi við. Nú Auður annar markið yfir á Örnu, Arna kemur boltanum yfir, já nú skipta Helga komin út, en Helga komin í hornið, kemur hérna strax inn í ágætt færi, en það ekki að skora. Þarna var komin Ester Inga komin inn í staðinn fyrir Köru. Helga fyrir enn einu sinni góð línusending
hjá Fjölni Fylki og það náðu að skora og staðan 7-6. Já, ég var að segja það að Ester Inga komin inn í skyttustöðuna hægra megin og Helga færi sig inn í hornið hægra megin og í stað fyrir Köru. Nú boltinn, það kom boltinn hér að stað, rúlega fyrir þetta Arna, Ester, Arna, Auður upp í okk, kemur boltanum á hann og hásending hjá Örnu fyrir Steinu Birta átti ekki mikinn sens að ná þessu bolta en hugsunin góð. Nú, hún fer inn í vörnina, Anna Karen og hún öflugur leikmaður hérna fyrir utan og ætlaði að draga þessu vörnin og koma boltanum út í hægra horni sem var rautt en náði því ekki en fær dæmt þessu þykast. Nú, það Anna Karen, Sarabjörn Herram kemur yfir á Katrín Erlu sem reynir svona bauðlast inn í vörnina og stóðu þar. Það ætla ekki að hleypa henni þarna gegn og Fjölni Fylki heldur boltanum og þetta má ekki láta Önnu Karinu komast inn fyrir punktalínu. Þá er komin skotfæri og hún er það góð skotmanneski að þá eru allar líkur á marki. Það verður að taka næst framar. Nú, góð sending og Önnu Karinu inn í hornið en ekki nú svæði til þess að komast í gegn. Það er búin að vinna yfirtölunum þarna. Þarna hefði verið gott ef þarna hefði náð að koma boltanum áfram til vinstri yfir Auði. Þá hefði Auður haft galopið inn og ef þarna maðurinn hefði farið í hana þá hefði galopið verið hornið vinstra megin en það gerist nú ekki. En það var svona á leiðinni. Og þarna er ágætt skot í stöng og Fjölni Fylki fá hér hraðarhlaup og það leikmaður 4 Atra Kosik sem að skoraði þetta mark og óheppnar Víkistelpur með skot í stöng og með þessu marki er Fjölnir og Fylki komið yfir einu marki 8 mörk gegn 7 mörkum Víkings þegar að svona 21,5 mínúta er liðin af leiknum. Þannig að það er búið góðu kafli hjá þeim. Víkistelpunum vera óheppnar með sín skot á meðan Fjölnir og Fylkir hafa klárað sín færi. Víkistelpunar ætla að berjast og það ætlar Fjölnir og Fylki greinilega líka að gera. Þetta eru svo sem hefðbundnar yfirlýsingar eftir leikhlé. Víkistelpurnar byrja nú með boltan, núna komnar einu marki undir. Nú það er sama uppstilling hjá Víkistelpum og var hér áðan. Helga Lúðvík, herrakotnur, Ester, hægri fyrir utan, Auður á miðjunni, Arna fyrir vinstra megin komin á miðjunni núna, Steinu Birta á línunni og svo Viktor í vinstra horninu. Og sending, ekki góð sending, aftur fyrir, hún var aftur fyrir. Það verður að hrósa Fylki fyrir þetta sendingu. Þetta var stórgóð sending hjá Kolbrúnu Örnu þarna yfir á hana Ötu og þá voru sikkur meðvirðarna voru Víkistelpur sem náðu ekki að koma í vekk fyrir að boltinn kemist þetta leið og skoraði öryggi. Nú boltinn hér rennur fyrir utan aðstæðar og Steinu Birta búin að galopið, búið að opna hornið og Viktoría reynir að skjóta hérna í nærhornið en Þyra Erla sér við inn í markinu aftur en aðeins róa þarna reyndi Anna Karen skot sem að fór í vörnina og mista hann einhvern veginn eiginlega og það voru Víkistelpurnar sem að voru fyrstar að ná boltanum og tóku þetta rólega alltaf bara að byggja hér upp sóknina en staðan er núna Víkingur 7, Fjölnir og Fylki 9. Fjölnir og Fylki komið 2 mörk yfir. Gerðu það reyndar í byrjunlegs komist í 2-0 en Víkistelpurnar komist yfir aftur en nú þetta snúist aftur við og Fjölnir og Fylki komið yfir. Þarna átti Arna Þyri ekki alveg nógu gott skot, þetta var í auðveldri hæð fyrir markmann að verja og ekki nógu fast
þótt að hafi verið alfarið út í stöng. Nú Fjölnir Fylki lætur boltan ganga hér fyrir utan. Nú hún komin á miðjuna, hún Kolbrún Arna og Anna Karin fyrir utan. Langur bolti og enn of hár inn í hornið. Það Óskindi ekki alveg svona há, en þetta var góð hugsun. Það föðsótt á Víkingunum og Arna Freyr kemur í gegn og skorar af öryggi og minnka munin í eitt mark. Þeir taka hraða miðju. Fjölnir Fylkistelpur en Víkingstelpurnar ná að stöðva þetta staðan. En núna Víkingur 8, Fjölnir og Fylkir 9 og 24 mínútur liðnar af leiknum. Þetta var mjög hröð miðja hjá þeim tekin og það þurfa að vera vakandi fyrir þessu sem það reynda voru að þessu sinni í vörninni hjá Víking. Nú þarna reyndi Kolbrún Arna skot en hvort það var Elena væntanlega sem gekk vel út í hérna og stöðvaði það, þannig það var svona hættulítið. Góð varnarvinna hjá Alunu. Nú þetta út af, boltinn var aðeins og var ekki alveg nú á hneipnið að með sending út í hornið og þótt að hefði verið gripið þá fór boltinn út fyrir og Víkingar fá boltan geta kosta því að komast að jafna leikinn. Ester hérna reynir að fitta og tekin af mikilli hörku. Hún rífur hressilega í treyjun og hún Ada og stöðvar sóknin og Víkingar fá boltan. Nú þarna komin inn á og komin í vörnina. Hún Viktoría reynir hér skot sem var eiginlega beint á markmanninn, ekki alveg nógu gott. Þeir mátti láta boltan ganga aðeins lengur áður en að færa upp í skotið. Núna í vinstra hornið komin númer 19 og Sigurlaug Jónsdóttir. Ung og stór efnileg stelpa. Spilar í þriðja flokki. Eins og Helga og Ester reynda líka, þær núna inni á vellinu. Núna það 3 stöllur sem að spila saman í þriðja flokki kvenna. Efnileg og Fjölnir Fylkir reynir að komast ekki inn á vörnina en komast ekki langt núna. Sterk vörn hjá Víkingunum en þarna mjög gott skot hjá henni Kolbrúnu Örnu nr. 6. Og hröð miðja hjá Víkingum, Viktoría og það verður Sigurlaugu og hún í gegn og skorar að miklu öryggi og þess að það sagði á að þetta alveg stór efnileg stelpa. Í þriðja flokki eins og þær hérna 3 sem inn á vellinu núna. 3 af 6 sóknarleikmönnum Víkings úr þriðja flokknum. Nú staðan Víkingur 9, Fjölnir Fylkir 10 þegar 26,5 mínúta liðin af þessum fyrra hálfleik. Leikurinn í járnum ennþá og sýnir stefni það að þarna reynir, þarna var eiginlega ekki nokkuð sending. Alan komin inn í gegn og skora miklu öryggi og jafna metin 10-10. Jafna metin í 10-10. Hún Kolbrún Arna sótti inn í vörnina og ætlaði að koma boltanum inn á línu og gerði það en þar var engin línumaður. Væntanlega kerfi þannig að línumaður hefði átt að vera þar og Víkingar náðu því að áterðu það eftir. Þarna kom þær í gegn hún Sara Björg steig á línu sem betur fyrir Víking og staðan þá 10-10 og Víkingstelpu kostaði að koma hér aftur yfir og þetta var ágætt tilraun hjá henni Viktoríu en hún þýri artlaði markinu hjá Fjölni og Fylki var þetta skot ágætlega. Það var ekki algalinn hugmynd en kannski verið skynsamlega að láta boltan ganga aðeins lengur, hafa örlítið lengri sóknir. Það ekki það mikið eftir að leiknum, það er 27,5 mínúta liðin af fyrri hálfleiknum sem að þýðir það náttúrulega 2,5 mínútur eftir. Og því betra kannski að taka auðlítur en sóknir, þetta vel unnið þarna í vörninni hjá Víkingstelpunum. Sara Björg að reyna að komast í gegnum vörnina í glúðu sem þarna var en Víkingstelpunum náðu að loka. Nú þarna aftur reynir enn einu sinni Kolbrún Arna að komast í gegnum vörnina en hún heldur Víkingsvörnin, boltinn gengur hérna út í hornið
Óskinn kemst hvergi, Sigurður heldur henni og þarna reynir hún Kolbrún Arna skot sem að vörnin tekur. Víkingsvörður búin að vera mjög góð núna en það má ekki hætta. Það voru að heppna þarna Fjölnir og Fylkistelpur með gott skot sem þau stöng svona þegar voru svona nánast, höldi nánast að fara upp. Fekk þetta að komast að ferðinni á vörnina og inn í teiginn. Hún Anna Karin og hún lætur ekki bjóða sér það tvisvar og átti stórkoststöð í stöng og inn. En Víkingstelpur geta núna jafna metin þegar að rétt rúm mínútu eftir Arnarfirði, Viktoría og Ester kemur á fullu inn, Helga og það er rifið hérna, það er líka ákveðnar í vörninni Fjölnis Fylkismenn og klaufalegt hjá Örnu og klaufalegt hjá Fjölnir Fylki og boltinn hér áfram, það er dæmt hér eðlilega. Hún er hörku varnarmaður hún og Ada Kosicka og lætur vel finna fyrir sér og þarna gekk hún harkalega og stöðvaði hraðaupphlaupið, stöðvaði Viktoríu og réttilega dæmt á hana fríkast og Víkingar að halda boltanum og geta þá aftur jafna metin þegar hálfmínútur eftir. Ester, Viktoría og komin í gegn og inn og þetta er ekkert annað en víti. Þetta var og 2 mínútur á Sörubjörg sem að aðeins glemdi sér og hjálpaði henni ítt á eftir Auði inn í teginn og það eru 2 mínútur. Þetta er varnarmenn vita að við ekki gera þetta en stundum þá bara það bara gerist þetta og þarna var held vörnin greinilega Auður ætla að setja hún á hornið og það er Arnar sem tekur víti og skorar öryggi. Það eru 15 sekúndur eftir að leiknum, fyrri hálfleiknum og staðan 11-11. Nú er það að gera fyrir Víkingsvörnin að halda. Já, Ester nær þarna boltanum, grípur hann, kemur boltanum í leik. Nú er skynsamlega betra að það er betra að halda boltanum og halda jöfnu í hálfleik en að taka einhverja séns á því og fá þá mögulega hraða svo tilbaki. En staðan í þessum leik í hálfleik er 11, það er jafnt í hálfleik og það gefur einn þar góða mynd að leiknum. Hann er búinn að vera jafn. Fjölnir og Fylkir í tvígang komið 2 mörkum yfir og Víkingur eins við 2 mörkum yfir og aðeins skipst á og staðan 11 hér í Víkinni í hálfleik og við tökum þá smá hlé. Aftur.
Já, velkomin aftur á beina útsendingu hér úr Víkinni. Það hálfleikur í leik kvennaliða Víkings Reykjavíkur. Víkings sem leika gegn Fjölni og Fylki. Sem eru með sameiginlegt lið í deildinni og staðan jöfn 11-11. Víkings stelpur byrja með boltan og eru einum leikmanni fleiri. Fjölnir og Fylkir misti út varnarmann sinn og hornarmann hér undir lok fyrri hálfleiks fyrir brot sem að Auður fiskaði víti sem Arnarþyri skoraði út og náði þannig að jafna leikinn 11-11. Nú Fjölnir og Fylkir fekk möguleika því að komast yfir aftur hér endan en mistu boltan en Víkingstelpur höfðu ekki nógan tíma til þess að svara með markið tilbaka, þannig að staðan sem sagt 11-11. Nú þegar að síðari hálfleikur að hefjast. Leikmennir komnir inn á völlinn og eru klárar í slaginn en það var aðeins í dómarana sem að rölta hérna núna og klæða sig úr æfingatreyjunni. Þannig að það fer að styttast í það að það verði blásið til leiks í síðari hálfleik hér. Í jöfnum leik það sem að hefur verið að segja hörku varnir báðum megin. Það er staðið sem mikil stemning í báðum megin, í vörnum báðum megin og reyndar inn á milli ágætis tilþrif í sóknarleiknum en það má vel að segja að þetta hefur frekar verið leikur varnarna heldur en sóknarna þótt að staðan sé 11-11. Nú, dómararnir er búin að ákveða það að halda áfram með þennan leik. Velta hérna inn á völlinn og fara að blása leikinn á. Stefnir hér í hörku síðari hálfleik. Spennan allavega töluverð núna þegar leikurinn hefst. Staðan 11-11. Nú leikurinn hafinn. Alana komin inn í lið Víkings eða var það reyndar í restina í fyrri hálfleik. Kemur hérna á lína Ester, Auður, Arnarþyri að missi boltann en Helga fyrst í hann og ítt hér út af vellinum og dæmdu aukakast eða fríkast. Arnarþyri á miðjunni, Ester fer inn á miðju af vörninni yfir á Auði sem gefur út í horn á Helgu og Helga í gegn og skorar af öryggi og staðan orðin 12-11. Já, þótt að áhorfendur séu leiðir loksins sem betur fer þá verða þeir að hafa grímurnar sínar uppi. Greinilega einhver brögð af því að fólk hafi gleymt því og verið að minna áhorfendur að gæta fulla smitvarna. Nú Viktoría, hún leikur vel út á móti Önnu Kari sem hefur verið atkvæðamikil í liði Fjölnis Fylki og brýtur á því og Kolbrún Arna sem einnig hefur átt nokkuð mörk og sterkur leikmaður stöðvað hana. Nú eru Fjölnir Fylkir komnar með fullt lið aftur, þannig að nú jafnt í liðunum en höndin komin upp hjá dómara og þá mega stelpur taka 6 sendingar en það þurfti bara eina. Kolbrún Arna skoraði hann með góða skot út í stöng. Þetta var nú algjör óþarfi að hleypa þessu skoti í gegn, það var eiginlega dálítið fyrirsjáanlegt og dálítið sofandi í vörninni Víkingstelpunnar. En þá það bara að halda áfram, staðan 12-12 þegar að 2 mínútur liðnar af síðari hálfleik og Víkingstelpunnar koma boltanum hér í gang. Ester, Arnarþyri yfir á Auði, Arnarþyri á minni og Ester. Nú Alan kemur út úr
á línunni, ekki góð sending en einu sinni það Helga sem grimmust í boltan og heldur honum. Þarna voru næstum búin að missa boltan Víkingstelpur. Auður upp í skot í gegn og komin inn og þarna náði Auður að skora á boltinn inni. Ég held að dómarinn hafi haldið að hann fari stöngina út og flautaði og fyrst var búin að flauta víti þá það að standa og Arna fyrir skora öryggi hér úr vítinu og staðan 13-12. Viktor fer hérna að reyna að trufla og að trufla sókn Fjölnis Virkis með því að ganga langt út. Það ráðsamdag langt úr klottunum hér fyrir utan. Það var misheppnuð línusending. Línan var frí og sendingin vissöfn en Arna fyrir reynir sendingu. Þetta var óþarfi. Þetta var ómikil áhætta að enda komust Fjölnis Virkisstelpur inn í sendinguna og vinna boltan aftur. Það hefði verið skynsamlegra að bara byggja upp sóknina. Ester fer hérna út á móti Asra, hornamanni Fjölnis Fylkis sem að komst í gegn og Ester komur í gegn hinum meginn og skora, tekur skoti við næri stöngina í stað þess að ná að jafna leikinn þá koma Víkingar nú yfir 14-12 og svona seinni bylgjur eftir að Asa Korsins hafði mistekist að skora en fekk ágætt færi úr horninu vinstra megin. Nú bolti látið ganga hér fyrir utan, komin á miðjuna og Sara Björg. Anna Kari fyrir utan, Sara Björg kemur boltanum áfram og boltinn út af en dómari dæmir réttilega fríkast. Það var slegið í hendina á henni en dómari vildi greinilega sjá hvort að hornamenn hafði boltanum annars. Nú enn eitt skotið hjá henni Önnu Karin sem betur fer fyrir Víkingstelpur að fá þetta skot í stöng og út. Hún hefur átt nokkuð góð skot og góð mörk. Og öflug skytta, Auðurbjörn að vörninni og upp og fær dæmt fríkast, boltinn áfram. Arna fyrir það skipta stöðu Auður á miðjuna, gefur hérna yfir Helgu. Helga kominn núna hægra megin fyrir utan og eftir í hornið. Skiptast þarna á, það var omvendt áðan. Alanlega út úr vörninni, boltinn hér yfir á Helgu. Helga áfram á Örnu og boltinn áfram á Auði. Kolbrún Arna var búin að svona lampa þarna út. Og ógnaði hann á boltanum Auður, hann kemur stiflun áfram Örnu fyrir skotið hjá henni ekki nógu gott og þetta varið og Fjölnir og Fylkir komið sókn á að leysa þarna upp í hornið þess og þarna ákjósanlegt færi hjá henni Kristínu Lísu skýtur í stöng og Víkingar halda boltanum. Staðan 14-12 fyrir Víking. Þarna var Örkistans og Auður með góða línusendingu og Alunu var komið gott færi, dró til sín varnarmenn, þá losnaði Alunu og Auður kemur boltanum inn á hann og Aluna skoraði af öryggi og staðan 15-12 Víkingi í vil þegar að tæpa 6 mínútur eða liðnar af síðari hálfleik. Aðeins að komast aftur lífi í trommuganginn og áhöndur. Það mikill munur að hafa áhöndur núna eftir að hafa þurft að spila fyrir tómum sal í alla vetur. Þetta var vel gert hjá Fjölni Fylki, boltinn látinn ganga og Kolbrún Arna komin inn einn á móti marki en skýtur yfir. Nú Helga, vel gert hjá Helgu. Áfram boltinn endur á Viktori sem að steigur á línu og skýtur yfir en það sem er að segja með Helga lét ekki pakta sig. Fjölnis stelpurnar voru búin að klippa út miðjuna en hún kom boltanum bara áfram á bakkinn hinum en því miður þá klikkaði Viktoría í ágætu færi. Þannig að Fjölnir Fylkir heldur hér boltanum. Það ganga hér fyrir utan og en eins og nú eins og sinni það Anna Karen sem að reyna að koma sér inn gegnum vörnina og með ónákvæmlega sendingu. Vildi mögulega fá aukakast sem hefði verið hægt að dæmi þessa stöðu. Auður upp, yfir Örnu, Arna búin að spila sig í gegnum vörnina og opna fyrir Auði en Þyrí Erla
Ver stórglæsilega úr dauða færi sem að Auður var komin í. Hún búin að eiga nokkra góða boltana og nokkra góða boltum hér og heldur Fjölnir og Fylki hér áfram inn í leiknum. Staðan 15-12 Víkingi vil og 37,5 mínúta liðin að leiknum sem að því það 7,5 mínúta liðin að síðari hálfleik. Og þetta var svolítið skelfilegt. Þetta reynir leikmaður númer 13 Kristín Lísa skot sem að Emilía ver örugglega. Þetta var hún ekki mjög gott skot, hefði mátt aðeins hanga lengur og horfa betur á markmanninn á skaut en þetta reyndar vel var í Höfnundók sem að var vel staðsett þarna að verja á horninu. Nú Auður hér á miðjunni og Helga. Auður, Alana kemur út úr vörninni. Þetta kerfi sem hafi verið að spila bolti Helga áfram á Örnu. Og enn ver fyrir þarna þá Örnu fyrir þetta var gælnum svo til föðsókn hjá miðja hjá Víkingum en róa nú leikinn staðan nú 15-13 þarna náðu þær að minnka muninn eftir að fyrir Erla varði hérna skot frá Örnu. Nú Víkingstelpur setja leikinn hér í gang. Arna fyrir Helga, Arna fyrir Viktor að leysir inn. Auður af vörninu upp. Arna fyrir, þarna var Alana frí á línunni en Arna og Sein að sjá það. Arna ógnar og nú kemur hún inn á blóttunum inn á Alunu og dæmt lína á Alunu sem að vildi meina hún stigið inn vegna þess að það verið rifið í henni, hún hefði hent inn í teginn en dómarinn ákveður að dæma þarna línu sem var synd fyrir Víkingana vegna þess að hún skorar þarna af öryggi en hafi hún stigið á línu þá það lína, þannig það bara. Nú Fjölnir og Fylkir láta boltann ganga hér út og halda boltanum. Lína þarna hinum megin, hún búin að vera óhöfn núna, hún Kristín Lísa þarna horninu, núna skorar hann ágætt markinn, hafði stigið á línu þannig að markið stendur ekki. Auður upp á Ölunu og nú Alana fet frá línunni, engin hætt á því og skorar örugglega á stað 16-13, Víkingur 16, Fjölnir og Fylki 13 og 20 mínútur eftir að þessum leik. Það getur mikið gerst á þeim 20 mínútum og glæsileg syndingin á línu. Það var Kolbrún Arna sem kom boltanum þarna inn á Ötu Kosic sem að rétt verja hjá sér en það var brotið við henni og það fá víti og það Anna Karen sem skorar öryggi og minnkar munin aftur í 2 mörk, staðan 16-14 þegar að 10 mínútur rúmar eru liðnar af síðara hálfleiknum. Víkingstelpurnar koma rólegar hérna í sóknina, aðeins að finna bolta að láta ganga, skipuleggja, það að taka kerfi nr. 1. Með Helga, Arna fyrir Auður, Arna fyrir Helga. Viktor leysir inn á línunum og horninu á línunum, boltan áfram á Örnu sem fer alla leið í gegn og skorar í gegnum klofið á fyrir Erlu. Það var búið að stoppa hana þarna en það gleft henni aftur Fjölnistelpur og hún lét bara vaða og kemur Víking í 17-14, Víkingur 17, Fjölnir og Fylkir 14 og 41 mínúta liðin á leiknum þannig að það eru 19 mínútur eða svo eftir. Nú 3 marka munur hér í Víkingi vil Fjölnir og Fylkir, það er bolti að ganga hér út og enn einu sinni það Anna Karen sem kemur þarna upp og skorar með góðu skoti. Víkingstelpurnar í vörninni verða að ganga út á mótinni, það ekki hægt að láta þetta góða skyttu koma á ferðinni langt inn í teig og skjóta. Hann verður að taka skrefið út á mótinu og stöðvana því að það ekki gett. Þarna var lúnsendingi á Örnu en hún var lúnsending Örnu sem gekk ekki upp í miður og hraðhlaup hjá Fjölnir og Fylki og staðan 17-16. Þetta hefði verið stórglæsilegt en hún var mjög snögg að hugsa hún Kolbrún Arna og náði að slæða hendinni í boltan og Asra skoða á hraðhlaupi.
Munið núna einungis 1 mark, 17-16, þegar Arnarþyrí spinnur sig í gegnum vörnina. Þarna þekki ég mína og skorar, mörkin kemur 2 mörkum yfir. Fjölnir og Fylkir ætla að taka hraðavörn og gerðu það, hraðar miðju gerðu það, en það voru aðeins svo fljótar á sér. Hornamennirnir komnar langt inn á leikvöll Víkings þegar að boltinn var kominn á miðjuna og miðjan tekinn, og þá þarf að taka miðjuna aftur. Að verða allir leikmenn liðsins að vera á sínu vallarhelmingi þegar upphafskastið tekið á miðjunni. Nú boltinn gengur hér fyrir utan, það Arna Karin Kolbrún með góða sending út í hornið, það sem Elisabeth, þú sá Gellu hverju þetta var, en minnka minnist að 18-17. Helga boltan spinnur inn í vörnina, það brotið á henni. Það eru hérna inn á Helga hér hægra megin fyrir utan og Ester komin hér í hægra hornið. Það spenna í leiknum. Auður kemur upp, ógnar yfir á Örnu sem var kominn. Reynir þarna, reyndi línusendingu. Þetta gekk ekki alveg upp. Það var svona basl og pot og pústrar, en það voru Fjölnir og Fylkir sem náðu þessum bolta og geta nú jafna leikinn aftur staðinu 18-17 þegar að 16 mínútur eru eftir á leiknum. Og frábær sending hjá Kolbrúnu Örnu inn á Ötu sem skorar af öryggi. Þetta var stórglæsileg línusending. Ég horfði hér að bekk Víkinga og alls ekki á hana Ötu og sendi svo bindandi sendingu beint í hendurnar á henni. Það sem var mitt á milli tveggja varnarmanna Víkings sem gáði ekki að störa á staðan 18-18 þegar Helga kemur og spinnur hér í gegnum vörnina og nær að skjóta, en það búið að brjóta á henni og dómarar mitt að þannig að brotið hafi verið fyrir utan, ekki í ákvörðunlegum færi, og þannig að hún fær aukakast en ekki vítakast. Helga, Arnarþyrí, Viktoría er komin inn á miðjuna, Helga yfir á Ester inn úr horninu og skýtur framhjá, og þá á Fjölnir og Fylkir kosta því að komast yfir í fyrsta sinn í síðari hálfleik. Staðan 18-18 þegar 15 mínútur er eftir að leiknum. Þannig Kolbrún og Anna-Karin, Kolbrún Arna fær boltann, gefur aftur yfir á hornið. Þetta í annað skiptið, mjög stuttur tíma sem þetta gerist, og Óskild skora þarna úr horninu. Þetta var ekki að vera aðeins Dala-vörnin hjá Víking sem stóð sig svo glimrandi vel í fyrri hálfleik og reyndar hérna framan af síðara hálfleik, en það hefur opnast aðeins hjá þeim núna undanfarið, og þetta í annað skipti núna á tildraðstuttum tíma sem gerist það nákvæmlega sama þegar að Kolbrún Arna ógnar inn á miðjuna og gefur svona hægrindi út, en svona nánast blindandi út í hornið, þar sem að Ada tekur boltan og skorar, fær allt og mikið færi. Það færslan ekki alveg eins og hún þyrfti að vera í vörn Víkings, og Fjölnir og Fylkir komið yfir í fyrsta sinn leiknum. Staðan 19, Víkingur 18, Fjölnir og Fylkir 19 þegar að 14,5 mínúta liðin að leiknum, og Sigfúsdóttir tók leikhlé til þess að endurskipuleggja leiðingin, og nú að sjá hvort að Víkingstelpurnar komist ekki aftur inn í leiki sem að það voru að ná nokkur góðum tökum á. Voru hér komnar 3 mörk yfir og áttu möguleika að komast í 4 mörk yfir sem varð ekki, og eru nú komnar undir á ný. Það sem að einu sinni hefur gerst getur gerst aftur, og skulum bara vona að það fyrir hönd Víkingstelpurna að það komist bara aftur yfir. Nú Helga, Arnarþyrí, Auður, Sigurlaug, Arnarþyrí og
og Sigurlaug hleypur hreint hressilega og þarna þeirri þær halda bara áfram kerfinu og tekur upp og frábært skot hjá Auði og svolítið hreint á hana þarna héldu bara áfram kerfinu sinu og Auður skaut þar sem átti að skjóta og skoraði og jafnar metin staða 19-19 þegar að 13,5 mínútur eftir að leiknum. Hér það Kolbrún og Anna Karin. Kolbrún kemur enn einu sinni kemur á boltanum gegnum vörnina, einhvern veginn í ósköpunum laumar á boltanum í gegnum vörnina inn á línu þar sem hann Öddi Kossi sem að skora öryggi og Fjölnir Fylkir aftur komið niður. Þetta að verða að stoppa, þetta verða að horfa aðeins betur á þessar sendingar, þær vörnin á að ná þessum sendingu. Þetta það þröngt færi en þetta hefur gerst alltaf oft í þessum leik. En Víkistelpur bara komar í sókn aftur. Helga, Arnarþyri, nú Sigurlaug hleypir inn á línuna úr horninu. Helga, Arnarþyri og ég ætla ekki að tjá mig meira þetta atvik. Fjölnir og Fylkir unnu þarna boltan. Anna Kolbrún og þær missa ónákvæmlega sendingi hjá Víking og löngu yfir á Ester komin í gegn og stöðuð af Katrínu Erlu. En Víkingar halda boltanum og geta hér jafna leikinn aftur. Auður komin miðjuna, Arnarþyri fyrir utan. Steinunn Birta komin inn á línuna. Kemur hér út, látið pústa rulla hér til hægri á Helgu og Helga yfir Örnu á miðjunni og Auður upp í skotið en skýtur beint á markmanninn og það Steinunn Birta sem að náði boltanum og skorar en það dæmt víti. Dómarinn meina hann hafi stigið inn í teiginn en þar inn í teignum voru tveir varnarmenn Fjölnis og Fylkis og þá það víti sem Arnar tekur og skoraði miklu öryggi 20-20. 48,5 mínúta liðin af leiknum og staðan hér 20-20. Þetta allt saman í járnum. Hér í hálfleik var staðan 11-11 og nú 20-20. Það meiri markaskorun núna heldur en í fyrri hálfleik enda voru varnirnar mjög góðar í fyrri hálfleikin aðeins fara að losna það núna. Þarna þessi Helga sem þarf, Anna Karin hefur verið þeim drúg, Fjölnir og Fylki en nú Helga farin að hafa betri gætur á henni. Boltinn yfir á Kolbrún Örnu. Kolbrún Arna komin í færi og reyna að snúða sig í gegn, er búin að taka alltaf mörg skref. Helga náði að stöðva hana þarna. Hún sterkur leikmaður, líkamlega sterkur Kolbrún Arna og getur tvinnast sig svona í gegn en þótt að hún sé en Helga alveg ótrúlega öflugur varnarmaður þótt að hún sé ekki með þung, sem bara orðað þannig. En alveg hörku varnarmaður, mjög dugleg og stöðvar leikmenn sem eru miklu líkamlega sterkar en hún. Nú þarna átti Kolbrún Arna skot framhjá og Víkingar fá boltann. Helga hótar að skjóta, kemur boltanum áfram á Örnarþyri og Auði. Staðan hér 20-20 þegar að 10 mínútur eftir að leiknum. Og spennan að magnast. Arnarþyri Auður. Sigurlaug hleypur inn á línuna yfir á Helgu og Helga gegn, kemur boltanum á Ester og Ester í gegn en þá enn einu sinni ver hún Þyri Erla glæsilega úr horninu frá Ester en boltinn út af og Víkingar eiga innkastið sem að Ester tók en steig upp í línu, þarf að taka það aftur, það þarf að stíga á línuna þegar tekið innkast. Nú Arnarþyri tekið föstum tökum þarna á punktalínu fyrir utan, það líka skynsamlegt að gera það. Auður, Arnarþyri og Helga. Helga ógnar yfir Ester yfir á miðjuna Örnu. Auður upp og skot enn einu sinni beint á markmanninn en Steinunn Birta fær aftur frákastinu og skorar öryggi og kemur Víkingum yfir 21-20 hröð, mjög hröð sókn hjá Fjölnir og Fylki og þær ná að komast í gegn og skotfæri sem varið en
en það var brotið í dauðafæri og víti dæmt og það geta jafnað nú sem það gera. Það Anna Karen sem að skorar miklu öryggi þessu víti og staðan 21-21 þegar 9 mínútur eftir að leiknum. Arnarþrý, Auður, Sigurlaug, nú Helgu og Ester hérna í horninu, Steinunn Birta á línunni og Helga, Jarnar, Auður, Brynja. Auður aftur upp og ná boltanum niður og þarna var skotið, þarna þekkja hana, hörkuskot, stöngin inn og hún að koma Víking aftur yfir, Víkingur 22, Fjölnir Fylkir 21 þegar að 8,5 mínúta eftir af þessum leik. Leikun algjörlega í járnum og mikil spenna hér í uppstillingu. Fjölnir aðeins í vandræði núna, Viktoría fer út og truflar flæðið í sókninni. En aftur gerist aftur að boltinn sendur inn í horn og út fyrir völlinn og þótt hann sé gripinn að þá fór boltinn út fyrir völlinn og Víkingar fá innkast og geta aukið muninn í 2 mörk. Staðan 22-21 Víkingi vil og tæpar 8 mínútur eftir að leiknum. Láta ganga hér Auður inn á Steinunni Birtu en henni var haldið, þetta var réttilega dæmt ríkast, hefði hann ekki verið haldið þá hefði verið þetta í dauðafæri. Gott Auður, Arnarþyri, Auður aftur, fer á markið, kemur boltanum áfram. Það brotið þarna á henni en síðan henni sleppt og sendingin ónákvæm og Fjölnir og Fylkir getur aftur jafnað leikinn, staðan 22-21 fyrir Víking þegar að 7 mínútur eftir að leiknum. Anna Karen yfir á Kolbrún Örnu sem að keyrir sig gegnum vörnina en tekur dálítið mikið af skrefum, komst alla leið, hörku sterkur leikmaður og hefur sýnt að það ekkert einfalt að stoppa hana þegar hún komin á ferðina. Nú Fylkir tekur hér Fjölnir Fylkir tekur hér leikhélega þegar 7 mínútur eftir af leiknum, staðan 22-21 Víkingi vil og Fjölnir og Fylkir með boltan og geta jafnað leikinni þessari sókn. Víkingstelpurnar voru komnar hérna 2 mörk yfir og áttu kost að komast 3 mörkum yfir en tókst það ekki og Fjölnir notaði þá bara tækifærið og Fjölnir og Fylkir notuðu þá tækifærið og minnkuðu muninn aftur. Staðan núna 22-21 Víkingi vil og Fjölnir og Fylkir með boltan í sókn. Nú að sjá hvort liðið verður sterkara á þessum síðustu mínúturum. Það allt undir 7 mínútur, það eru 7 mínútur eftir og það nú ýmislegt gerst á 7 mínútum. Leikur búinn að vera meira og minna alla leikinn, staðan 11-11 í hálfleik og liðin skipta að hafa forystu og forystan núna Víkings með 22 mörk gegn 21 Fylkis. Nú Viktoría fer langt fram á móti Kolbrún Örnu. Þetta var Ester heldur henni Össu eftir og Viktoría hörð, aftur hörð og Sigurlaug tekur boltan og það bara aðeins svo mikill asi í henni óskhind, óþarfa brot, hélt boltanum, það var búið að flauta og hún rífur Sigurlaugu niður og réttilega dæmdar 2 mínútur. Það alveg óþarfi að gera þetta. Þetta var eiginlega heimskulegt. Boltinn það var búið að dæma fríkast og það hefur bara átt að yfirgefa leikvöld Víkings og koma sér í vörnina og því eru Víkingstelpurnar og orðnar einu fleiri í þessari sókn. Það kerfi og sem enda með línusendingu á Steinunni Birtu og dæmt á það tóðið skiptu og það gult spjald hér á bekkinn hjá Fjölnir Fylki sem vildu meina að þetta bara ekki verið nokkuð sending. Reyndar getur svo skilið frá hans sjónarhorni en það var alveg greinilegt hérna ofan úr pallinum hér að það var rifið í skiptuna á Steinunni Birtu og þess vegna ná hún ekki í boltanum og réttilega dæmt fríkast í þessu en
en það var kannski ekki augljóst neðan að bekknum þarna lengst inn í horni. Nú Víkingur einum leik færri, Arnarfjörður í gegn og skorar að mikilvægu harðfylgi. Var ekkert að tvínóna við þetta og kemur Víking 2 mörkum yfir. Staðan 23-21 þegar 6 mínútur eftir að þessum leik og Víkingstelpurnar einu fleiri. Viktoría eins og reyndar hefur verið í leiknum fyrir ennþá fram að núna heldur en venjulega. Það hefur oft gengið vel hjá Víkingstelpum að spila þetta með eitt svona indjána og þarna skot hjá Beinur hún ótímabær skot úr Kolbrún Arna. Þetta hefði nú átt að halda lengur á boltanum og reyna að bíða þess að fá spila mannin inn á. Allavega ekki skjóta á svona hálffæri eða engufæri og Víkingar hafa því kostar því einu fleiri að komast yfir, koma bæta við einu marki, komast 3 mörkum yfir sem við gera núna, staðan 24-21. Þarna gekk það upp að draga leikmennina að sér, hún Arna Þyri og Helga koma boltanum út í hornið á Ester sem skoraði 24-21. 5 mínútur eftir að leiknum, 20 sekúndur í það að Fjölnir og Fylkir fá leikmann sem aftur og þetta var aftur klikkan og Kolbrún Arna með slæma sendingu. Eins og hann búinn að standa sig vel í gegnum þennan leik að þá hefur núna með tvisvar í röð gert sig sökum mistök sem ekki eru góð. Og þarna, þarna Auður Fittar ógnar inn á miðjuna hjá Fjölni og Fylki, kemur boltanum sinum úti og vinnur og stækkar plássið fyrir hann Sigurlaug. Hóttunum kemur boltanum yfir á Sigurlaug og hún skorar örugglega á staðan 25-21. Víkingi vil þegar að tæpa 4 mínútur eru eftir að leiknum. Þarna, hún nú svo öflug annarkanir þarna og reynir að spinna sig gegnum vörnina, en eins og ég sagði hér áðan þá Helga betur en enginn í vörninu, óbóðslega dugleg og sterk og ofta stöðva af harðfylgi. Hávörn hjá Steinunni Birtu en þær halda boltanum Fylkis stelpur. Það sem að segja þarna Helga óbóðslega hörð í vörninni og stöðvar sér oft mikið öflugri og þyngri leikmenn. Nú, staðan nú orðin á tiltölulega stuttum tíma Víkingur 25 gegn 21 marki Fjölnis og Fylkis. Það eru tæpar 4 mínútur eftir á leiknum. Maður nú orðinn svo gamall að maður þarf eiginlega að telja á fingrunum sínum þegar maður dregur svona frá. Horfa á töfluna en það er 56 mínútur rúmar liðnar sem að því það eru tæpar 4 mínútur eftir þessu leik og Víkingar í kjörstöðu. En það getur mikið gerst á þessu tíma. En þá verða Fjölnisstelpur að ná aftur einbindingunni sem þær hafðu hér á köflum bæði í fyrri og seinni hálfleik og ná að skapa sér örugg færi til þess að jafna. Það verða eiginlega að gera það í þessari sókn og það gera það ekki. Sara Björk komst hérna svona hálfvegis í gegnum vörnina en skotið henni ekki nógu gott og Svana Björk verð það örugglega og Víkingar halda boltanum 53,5 mínútur eftir. Nú það spila hérna saman Steinu Birta og Ester hérna, hún getur nú spunnið sig í gegnum vörn þegar þess þarf Helga inn á frábæra sendinguna af línuna, Steinu Birta sem skorar örugglega og kemur Víking 26-21, einungis 3 mínútur eftir á leiknum og Víkingar hafa verið að gera út leiki núna og þarna var línusending inn á línuna en henni var haldið og það er henni Ötu og það reyna núna aftur að tróða inn á vörnina inn á línuna en vörnin heldur þar. Stimpla og vörnin alveg til fyrirmyndar og aftur Sverun Svana búin að taka tvö skot í röð. Nú Auður kemur á fullt, Helga inn á Steinunni Birtu og aftur skorar Steinunni Birta og staðan 27-21. Víkingar reyna að fara að vinna þennan leik
glæsilega sigur hjá Víkingsstelpunum, það bara bæta hér í. Þær hafa svona mistið einbeitinguna Fylkisstelpurnar hérna á þessum síðustu mínútum og þurfa náttúrulega að taka sjensa og sem að gera það ofta verkum, stundum gengur það upp, stundum ekki. Það gekk ekki upp núna því að Víkingar hafa bara gengið á lagið, spilað örugglega gegnum vörnina, skorað og staðan 27-21 þegar 2 mínútur eftir. Og þarna skot bara eiginlega út úr engu, ekki gott. Og boltinn áfram og Sigurlaugur fram sem fer upp og skorar 28-21 fyrir Víking. Það staðan var jöfn hér 20-20. Staðan var hér jöfn 20-20 og Víkingar hafa nú á þessu kafla síðustu 10-12 mínútunum skorað 8 mörk á móti 1 marki Fjölnis og Fylkis og eru þar að leiðandi að klára þennan leik og vinna þennan leik sem sætur sigur þeirra 3. sigur í vetur. Flott liði, mikill uppbyggingu, það 1 rúm mínúta eftir og enn gengur þetta ekki upp hjá Fjölnir Fylki. Óskind ekki með gott skot þarna á horninu. Nú Esti með boltann fyrir örugglega leið og gerir það og bætir enn einu markinu við 29-21. Alveg ótrúlegur lokakafli hjá Víkingsstelpunum og á sama skapi hafa ekki verið að spila vel Fjölnir og Fylki, ekki spilað eins vel eins og voru að gera hér í alveg fram þar til svona 10 mínútur eftir og aftur Helga kemur inn og bætir enn einu marki við og staðan 30-21. Algjört hrun hjá Fjölnis og Fylkisstelpum hér á þessum síðustu 10 mínútum og Víkingar að vinna hér sanngjarnan sigur held ég. Þær héldu allan tíman út og meðan að Fjölnir og Fylkir mistu dampinn eftir að hafa 2-3 verið yfir í þessu leik og sýnt ofta tíðum mjög góða kafla og mjög góða vörn en vörnum hjá meila verið í mólum þessar síðustu mínútur. Nú það áfram þessi barátta, það eru 2 sekúndur 1. Leiknum lokið og Víkingsstelpur fagna hér eðlilega, vinna hér sigur á Fjölnir og Fylki, Víkingur 30, Fjölnir og Fylki 21 og Víkingsstelpurnar að vinna sinn 3. leik í vetur og fagna verulega. Þær hafa haft mjög góða sprettu og verið inn í leikum ekki ná að klára en nú náðust algjörlega að klára. Þær ætluðu ekki að missa þennan leik úr höndum sér og lögðu sig alla í þetta og á síðustu 10 mínútunum eða svo þá rúlluðu þær yfir Fjölnir og Fylki. Minna það staðan var 20-20 en leikurinn endar 30-21. Á síðustu 10-12 mínútunum skoruðu Víkingsstelpurnar 10 mörk gegn 1 marki Fjölnis og Fylkis. Og það gleði Víkingsmegin á köflunum meðan eðlilega áhangendur Fjölnis og Fylkir eru súrir. En einu sinni minna það að við sendum út af eins mörgum leikjum og við getum hér í Víkinni. Og á sunnudaginn leikur og leikurinn á sunnudaginn hvenar? Já, það allavega leikur á sunnudaginn. Nú munum við það ekki við þessi gömlu hérna uppi hvenar það nákvæmlega en fylgjast með því. Við reynum að sýna frá öllum leikjum sem við mögulega gerum allavega niður í 4. flokk og höfum gert það undanfarið. Minnum líka það að við í Hagnaðardeildinni þiggjum alveg smá stuðning hjá þeim sem vilja hjálpa okkur í þessu baráttu sem við erum í. Við erum að sjá það núna, við erum farin að uppskera. Kvennalið Víkings hafði ekki unnið leik í 2 ár þar til í haust og núna búin að taka sinn 3. og þetta lið að taka góðum miklum framförum og eru komnar á skrið og verður gaman að fylgjast með þeim þar sem eftir vetrar. Og það má minna það líka að Víkingsstrákarnir eru á toppnum í grilldeildinni ásamt HK. Töpuðu sorglega hér með 1 marki á móti HK eftir að hafa leitt leikinn allan tíman, en þannig það bara stundum. En það gleði hér í Víkinni sem gott og við þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið. Kærar þakkir.